Öldin hennar, 1934. Starfsstúlknafélagið Sókn var stofnað árið 1934. Til að byrja með stóð félagið vörð kjör og réttindi ófaglærðra starfsstúlkna og kvenna á Landspítalanum. Síðar jók félagið umsvif sín og gætti að hagsmunum bæði ófaglærðra kvenna og karla sem sinntu ýmsum störfum. Alla tíð var ein af mikilvægustu áherslum félagsins að auka möguleika félagsmanna til starfsfræðslu og menntunar. Þegar fólk að flytja hérna á mölinna eftir stríð, það er svo mikil skortur á öllu. Það er það sem er hindrunin. Og náttúrulega miklu færri skólar, það voru engin kvöldskólar, þeir komu miklu seinna. En þetta fólk dreymdi að læra. Og má segja að þetta sé svolítið skylt minni eigin kynslóð. Margar af þessum konum eru á mínum aldri. Við erum aldar upp meiri í það átt að verða húsmæður. Auðvitað fóru vissar manneskjur í frekara nám og ég hefði getað það leikandi en ég var bara svo ung þegar ég gifti mig. Og þá eru komin 3 börn á veist af og svo allt í einu langar út á vinnumarkaðinn og síðan þeir ýtt út á vinnumarkaðinn vegna til dæmis kvennafrídagsins. Og þá eru það þessi störf sem standa þér til boða af því þú ert ekki búin að gera neitt. En þannig í raun og veru komu gríðarlega margar fram á sjónarsviðið og það var oft sagt löngu seinna þegar menntunin jókst. Hvar er hinn gamla góða sóknarkona? Það var húsmóðurinn sem kunni þetta allt saman. Það skiptir líka máli. Árið 1976 var það hluti af kjarasamningum félagsmanna Sóknar að geta sótt fræðslunámskeið. Margir félagsmenn höfðu misst af tækifærum til menntunar vegna barneigna eða bágra kjara. En launakjör voru meðal annars reiknuð út frá menntun. Við hvert námskeið hækkaði starfsmaður launaflokk svo aukin starfsmenntun ófaglærðra þýddi betri launakjör. Fyrst voru það bara starfsmenn leikskóla, en síðar þróaðist það svo að allir félagsmenn áttu rétt á fræðslu og þar með aukinni sérhæfingu í starfi, en því fylgdu launaflokkahækkanir. Það var nýbúið að breyta því úr starfsstúlknafélaginu Sókn í starfsmannafélagið Sókn og þetta félag var á þessum tíma mjög öflugt í baráttu, sérstaklega fyrir unnastéttir sem ekki höfðu mikið nám baka sig, en það var einmitt búið að innleiða á þessum tíma námskeið sem ég sjálf sótti og voru haldin fyrst í sjúkraliðaskólanum og síðar í námslokkum Reykjavíkur. Og félagið átti samningsrétt á mörgum stöðum, bæði inn á leikskólum og spítölum og hjúkrunarheimilum og heimilishjálp og ýmsum stöðum. Og þannig þetta var svona breiður vettvangur til þess að vinna á. Þarna í þessum hóp urðu hátt í 10.000 manns sem útskrifuðust á því tímabili sem ég vann við þetta. Og alltaf í samvinnu við námsflokkar Reykjavíkur. Þetta var óskaplega skemmtilegu tími og óskaplega gjöfull og fólki leið eftir þennan feril. Ég er eitthvað, ég er aðeins betur stödd í þessu verkefni sem ég er í. Og maður fann svo mikið að sjálfstraustið óx. Og svo verður til grunnmenntaskóli og það er nokkurs konar brú til þess að geta haldið áfram. Svo verða til leikskólaliðar og það verða til félagsliðar og ég er eiginlega bara stoltust af þessu í mínu lífi þannig lagað vegna þess að þarna var maður að bæta stöðu fólks í mjög víðum skilningi. Fjöldi manns hefur haldið áfram námi. Starfsmannafélagið Sókn sameinaðist Eflingu og er enn þann dag í dag einn af mikilvægustu liðum í starfsemi félagsins að auka tækifæri félagsmanna sinna til menntunar.